En þarna sjáum við þá 5 aðila upp á skjá sem að geta orðið hér sigurvegari í kvöld. Allir kandidatar í það. Já. Og efst inn í áherslit er Mette Mannseth og Skálmöld frá Þúum með 7.43. Önnur er Randi Hólaker og Þytur frá Skáni með 7.03. Þriðja er Barbara Vensl og Krókur frá Bæ 6.97. Fjórða er Bergrún Ingólfsdóttir og Þórbjörn frá Tvennu 6.83. Og í fimmta er Haukur Bjarnason og Ísar frá Skáni með 6.77. Þarna mitt sjáum við þá vera komna í braut. Já, þeir eru komnir þarna Haukur og Ísar. Og þarna sjáum við Randi á Þyt sem er næst efst hérna inn í þessi úrslit. Gaman ef við fengjum kannski að sjá þarna líka þá sem voru þar á milli. Þarna kemur efst í knapinn. Já. Inn í áherslit, Mette Mannseth og Skálmöld frá Þúum. Já. Og þar með er það hægt tölt. Já. Og þau eru komin í dóm á hægu tölti. Það er ekki til setuna boðið, það er bara láta vaða. Já. Og þarna er hún Barbara á Krók frá Bæ. Glæsilega á hægu tölti. Og Bergrún á Þórbirni. Já. Mette á Skálmöld. Glæsilegt létt stíft tölt. Já. Haukur og Ísar. Já. Þetta er bara prýðis hægt tölt. Já. Og gaman að sjá þarna mismunandi útfærslur eða sem sagt mismunandi hestgerðir. Já, það er dálítið svona fjölbreyttar hestgerðir hérna í braut. Já. Já, þetta gengur bara býsna vel. Já. Býsna vel. Já, þetta eru sannarlega glæsileg áslit hérna. Glæsilegir hestar og flottar sýningar sem við sjáum hérna á hægu tölti. Já, svo ætti að segja það. Já. Gaman að sjá þarna ungan hest eins og Þórbjörn og svo yfir í eldri og reyndari hesta þarna eins og Þyt frá Skáni. Já. Það er bæði lítareindir og eins gamalreindir. Gamalreindir. Já, gamalreindir. Já, þá eru konarinn einhverjir og það er fyrir Hauk og Ísar. Það er 7.0, 6.5, 7.5, 7.0 og 7.0 sem gerir 7.0. Já. Annars fyrir Bergrúnu og Þórbjörn, það er 7.0, 6.5, 6.5, 6.0 og 7.0. Það gerir 6.67. Barbaru og Krók 7.5 á línuna og það er næst fyrir Randi. Það er 7.0, 6.0, 7.0, 7.0 og 7.5. Það gerir 7.0 og síðast fyrir Mette og Skálmöld. Það er 7.5, 7.0, 7.5, 7.5 og 8.0 sem gerir 7.5 fyrir hægt tölt. Þær eru þarna jafnar í efsta sæti Barbara og Mette með 7.5 fyrir hægt tölt. Já. En þau eru komin hérna stað á brokki. Og sjáum við hérna niður á gólfi að eitthvað hefur Ísar hjá Hauki, hann svona já, hann var ekki alveg komin í brokk til að byrja með en komin á brokk núna. Já. Það er spurning hverjir einmitt sjá það og já, þarna sjáum við einmitt það sama hjá Bergrúnu. Já.
glæsilegt brokk hérna hjá Metti. Bóðslega burða mikið og svif mikið. Það held ég að Haukur og Ísar hafi fundið taktinn. Þetta var bara smá stillingaratriði. Þetta er bara að koma sér í gírinn og Já. fer hér vel Já. Það er eins og við segja hérna fyrir norðan, það er bara að setja dúli í hann. Já. Það er dálítið títt notað orðatiltæki. Já. En þetta voru flottar sýningar hér sem við sáum á brokki. Og eins og áður hérna á hæga töltinu að ólíkar hestgerðir og allt saman frábærir hestar. En einkunnir, þær eru bara komnar fyrir brokk. Það er fyrir Hauk og Ísar, það er 6,5, 7,5, 6,5, 7,5 og 7,0 sem gerir 7,0 í meðalengun. Þá fyrir Bergrún og Þórbjörn, það er 6,5, 6,5, 7,0, 4,0 og 6,5 sem gerir 6,5. Þá fyrir Barböru og Krók, það er 7,5, 7,5, 7,5, 8,0 og 7,5 sem gerir 7,5. Þá fyrir Randi og Þitt, það er 7,0 frá öllum nema einum sem gefur 6,5. Það gerir 7,0 í meðalengun. Og lokum fyrir Metti og Skálmöld, það er 8,5, 8,5, 9,0, 8,5 og 8,5 sem gerir 8,50 í meðalengun. Aldeilis glæsilegar tölur. Já. Sem lítur fyrir brokk. Já, og þannig sjáum við eins og við vorum að tala hér áðan. Það er mismunandi hvenær dómararnir eru að horfa og það má kannski útskýra þennan fjarka sem kom hérna á Þórbjörn og Bergrúnu. Frá einum dómara. Já. En þau eru komin í dóm á Feti. Já. Og Þarna sjáum við Hauk á Ísar. Þarna sáum við aðeins með hann Ísar að mætti svona hvíla örlítið betur í hverju skrefi. Já, taka aðeins lengri skref. Já. Metti og Skálmöld. Já. Og Barbara og Krókur. Það séu aðeins svipa með hana, mætti svona, hann er svona röskur á Feti en mætti svona aðeins hvíla betur fótinn í hverju skrefi. Já. Og síðan prýðiskott Fet hérna hjá Bergrúnu og Þórbirni. Já. Þar sjáum við ungan hest sem að stundum missir aðeins athygli til áhorfenda en inn á milli eða er svo á þessu virkilega flotta Feti. Já. Þar hafa þau lokið sinni sýningu á Feti. Já. Og er einhvern að vænta. Já. Og þær eru komnar í hús. Fyrst fyrir Hauk og Ísar, það er 7,0, 6,0, 6,5, 5,5 og 6,5. Það gerir 6,33. Bergrún og Þórbjörn 7,5, 7,5, 7,0, 7,0 og 7,0. Það gerir 7,17. Barbara og Krókur 7,5, 5,0, 6,5, 5,5 og 6,5. Gerir 6,17. Randi og Þitt er 7,5, 7,5, 7,5, 7,5 og 8,0 sem gerir 7,5. Og síðast fyrir Metti og Skálmöld er 7,0, 7,5, 7,0, 6,5 og 7,0 sem gerir 7,0 í meðalengun fyrir Fet. Og sjáum við að þar er efst Randi á Þitt með 7,5. Já. En þau eru hér að hefjast handa við sýningar á stökki. Undirbúa fyrir stökk. Já. Og glæsilegt stökk bæði þarna hjá Metti
og svo Randi. Þannig að sjá að tekur ytra stökk hjá Barburu og lendir í smá Já. brasi. Já, og það kemur vantilega til með að kosta hana, það er að segja þeir dómarar sem sjá það að þeir munu klárlega draga hana niður Já, fyrir það. Flott stökk þarna hjá Bergrúnu. Ílítið fannst mér að kannski skekkja sig í höfuðburði en að öðru leyti mjög, bara virkilega gott stökk hérna hjá Metti og Skálmöld. já. Þetta er svona skemmtileg samblanda af ró og yfirvegun en enga og síður kraftur og Já, mikil útgeislu. já, Við sjáum þarna hjá Hauk og Ísarið að hann er kannski aðeins að flýta sér en skrefmikill og flottur. þar hefur það lokið sinni sýningu á stökki. Já, Dómararnir eru bara gengur vel að koma einhverjum til skila. já. Ísland snöggir. Þetta eru fagmenn í faginu. Já. Þar eru einhverjum fannar að tínast inn. Já, og það er fyrst fyrir Hauk Bjarnason og Ísar. Það er 6,5 hjá öllum dómarunum að þriðja dómara. Það er 7,0 sem gerir 6,5 í meðalengun. Bergrún og Þorbjörn, það er 7,0, 6,5, 7,0, 6,0 og 6,5 sem gerir 6,67. Barburu og Krók, það er 6,0, 3,5, 5,5, 4,0 og 6,5 sem gerir 5 og 17. Fyrir Randi og Þitt 7,0, 7,0, 6,5, 7,0, 7,0 og 7,0 sem gerir 7,0. Fyrir Metti og Skálmöld 8,0, 9,0, 7,5, 8,0 og 8,0 sem gerir 8,0. Já. Og er þá einungis eftir að sýna hér eitt atriði í þessum úrslitum. Efst fyrir yfirferðartöld er Metti Mannsið, Skálmöld frá Þúum. Já, þær hafa, Og nú eru þau komin í dóm á greiðutöldi. já, Það sjáum við Randi og Þitt. já, þeim virðist líða vel á greiðutöldi. Já. Þetta er glæsileg sýning hjá þeim. Metti og Skálmöld. Já. Og þetta bara gengur vel. Já. Maður sér aðeins mun á formi á hestunum þegar þeir eru komnir í greittöld. Sumir svona lengja sig svolítið en aðrir svona halda meira formi. Já, og núna einmitt líka getur farið að reyna alltaf á úthaldi á hestunum. Já, Reiðin er orðið töluverð. já, Þannig að það er margt sem getur spilað inn í. já, En þar með er greiðatöltið búið já, og þau hafa lokið sinni sýningu hér í aðanslutum. já, Og þá er bara eftir að fá einhverju fyrir það og